Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Suðurland FM 973 í Keflavík. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég sagði ykkur áðan ætlum við aðeins að skreppa yfir í blakið og á línuna kominn landsliðsmaðurinn Hafsteinn Valdimarsson, hvergirðingurinn, komdu blessa og sæll höfðingi. Sæll og blessaður. Hvernig hefurðu það? Ég er bara mjög góður. Já, þú ert komin til landsins núna í smá tíma eða? Já, ég er bara komin í sumarfrí hérna núna. Já. Það var bara að klárast tímabil úti fyrir, hvað var það, 2 vikur síðan og þannig að það var bara að koma heim í ísinn inn í Hveragerði. Já, nákvæmlega. Já, það er allan á svona aðeins öðruvísi veður hérna, eða ekki, heldur hún út í Danmörku? Jó, það var svona versta við að koma heim að það var svona að koma sumar í Danmörku og maður er bara svona að koma aftur í svona vetraveðri úti, þannig að það er svona alltaf mjög ljúft að koma ykkar heim, það klikkar aldrei. Já, nákvæmlega. Aðeins að þér sjálf, þú spilar á fullu blaki þarna út í Danmörku, já, hvernig er svona blakið þarna úti? Svona, það er náttúrulega betra en henni heima á Íslandi, það er kannski svona 1-2 levelum hærra en henni heima, þannig að það eru bæði fleiri lið og fleiri leikmenn og svo eru svona bestu liðin allavega aðeins betri heldur en hér heima, þannig að þetta er allt svona aðeins stærra og betra heldur en heima, þannig að það er svona upp á það að gera það fínt hann úti, sko. Já, nákvæmlega. En, nú hvernig gekk svona tímabili hjá þér núna, þetta leiktímabil, úti? Það gekk nú bara alveg ágætlega. Það var svona liðið við fenguð þess að 2 silfur og 1 gull, þannig að það er alveg fínn árangur. Það er náttúrulega hefðum viljað klára þennan síðasta titilana, danska meistaratitilinn, en við töpuðum mitt í svo kvöldu Golden Set þar. Þá vorum við bæði búin að vinna sikkoran úrslitaleikin og spilum þá eina hrinu inn í lokin og við töpuðum henni fyrir núverandi og þáverandi Danmörkumeisturinn frá Gentofte, þannig að það var svona dálítið súrt að ná ekki að klára það en urðum bikarmeistarar, þannig að það er svona slapp. Fyrir og persónulega mér líka, þá náði ég líka því markmið mín að komast í lið ársins sem miðjumaður í Danmörku, þannig að það var líka mjög gaman. Þannig að svona heiltið var þetta bara mjög gott tímabil að núti. Já, nákvæmlega. En hvernig er svona æfingatíminn hjá okkur? Er alltaf góð aðstæða til æfinga í Danmörku? Já, við erum svona, segi kannski ekki alveg með okkar eigið hús, en það eru bara 2 íþróttir það sem við æfum. Það er bara fótboltinn sem er mikið bara úti á gervigrassi, allavega elstu leikmennir, og svo erum við hann inni, þannig að við svona ráðum þetta aldrei sjálfur, en allavega erum nokkrir í skóla og vinnu, en þetta er bara svona, svo erum við líka með morgunæfingar oft, þannig að svona reynt að hafa aðeins á morgna og kvölds, en þetta er alveg mjög fínt bara, við getum svona fáum dálítið að ráða því sjálfur bara í samráði við þjálfarana, hvernig við viljum svona hafa það, þannig að og hvað við viljum æfa mikið líka, við æfum oftast 4 kvöldæfingar og 3 morgunæfingar og lyftum þessin á milli, þannig að það er svo sem alveg nóg að gera þarna líka. Já, nákvæmlega. En framöndan af þér núna, það eru náttúrulega landslýsverkefni, eða ekki? Jú, það er hérna bara í lok maí, við erum að fara að spila heima mitt í Laugardalsvöllinni, býstu við, spilum það og það er búið að staðið sama núna, þannig að það er bæði undankeppnin hjá okkur í Evrópukeppni smáþjóða og svo fyrsta umferð í heimsmeistarakeppninni, þannig að það er svo sem miklu að keppa fyrir okkur og verður hérna, ég held að þessi helgina 20. til 22. maí, ég misminnir ekki, þannig að það er í lok maí og það verður bara mjög gaman og vonandi koma bara sem flestir og kíkja á okkur annað, það er maðurli. Og stuðningurinn væntanlega skiptir öllu? Já, það munar alveg miklu þegar maður er komin heima. Við sáum það í fyrra hérna á smáþjóðaleikunum þegar við spilum með heima líka og það fengum við alveg að hafa hátt í 600 manns og það var alveg allt annað að spila líka þegar við með svona
heimamenn á bakinu, einhverjum sem þekkir fjölskyldu og vini, þá verður þetta svona mjög skemmtilegra. Þannig að við vonumst bara til þess að sjá sem flesta í höllinni, það mjög gaman. Já, nákvæmlega. En hefur eitthvað náð að fylgjast með deildinni hérna heima á Íslandi? Já, ég náði að fylgja svona ágætlega með þeim, að kíkja náttúrulega alltaf reglulega úrslitinn og svo hvað maður aðeins fylgst með þessu Sport-TV. Þannig að maður sá gætilega aðeins fylgst með. Já, og já, er eitthvað sem komur óvart afturöldingu kvennamegin og hérna HK kallamegin? Nei, það er nú svo sem ekki sem kemur mikið óvart þar. Það er svona afturöldingur og náttúrulega kvennamegin eru þau með bæði stærsta og besta hópin, þannig að það er svona áttu að svona fyrirfram að vinna þetta, maður kíkir svona pappírinn fræga en þannig að það kom kannski ekki mikið óvart að þeir skildu klára þetta núna og HK eru náttúrulega svona, þó hafa mist eitt frá því í fyrra, þá eru svona mikið með sama hópa í fyrra og það er svo sem erum með gott við líka og kom kannski smá óvart að þeir skildu klára KM-ina 3-0 en það sást líka á leikjunum, ég held að allir leikirnir hafi farið 3-2 hjá þeim, þannig að þós kannski við því að KM myndi ná að stela svona 1-2 leikjum en svo sem komir ekki mikið óvart að þessi 2 lið skildu vinna. Já, nákvæmlega. En já, hérna núna með landslið hérna, það er náttúrulega smáðuleikarnir og það verður nóg að snúast. Já, er allur hópurinn svona byrjaður að tíja sig saman, landsliðsmenninir, eða er þetta, já, náðu góðum undirbúningi fyrir undankeppnina og svona? Já, við vorum nú að heldum fyrstu æfingu hérna á föstudaginn og það var nú bara þannig sem voru ekki æfingar helgina núna, þá vorum við bara með leikmenn hérna af suðvesturhorninu. Þannig við fengum ekki svona strákana norðan og austan með. Nei. En þannig að það mættu nú flest allir og svona, en svo svona þegar þetta koma svona næstu helgar þegar við förum að æfa líkum helgar, þá fáum við þessu utan á landi, þeir náttúrulega komast ekki á virkum dögum. Þannig að þetta er svona alltaf skrifa saman hjá okkur og svo náttúrulega öldungamóti líka á næsta leiti og einhverju sem eru komnir yfir 30 þannig sem eru að huga því líka, þannig að þetta verður svona smá púsluspila á næstu vikum en við erum svo sem vanið því, þannig að jú, þetta er svona alltaf koma saman hjá okkur og verður bara mjög spennandi. Já. Sýnist svona flest allir vera heilir og ætla með, þannig að þetta verður bara mjög gaman. Nákvæmlega. En já, aðstæðan, hún er náttúrulega frábærið það ekki orðin í Hveragerði, það er nú orðið svolítið breyttar það ekki aðstæður frá því þú byrjar að leika í blakinu þarna í Hveragerði? Jú, þetta er náttúrulega orðið næst, það var náttúrulega í fyrsta lagi ekki svona unglinga eða krakkablak þegar við vorum að alast upp, þannig að við vorum bara í körfunni hjá Lalla hérna, upp alla grunnskólana en þá var náttúrulega, þá voru bara mamma og pappi sem voru í öldungablaki og við svona kíktum aðeins með þeim og það var náttúrulega bara eitt íþróttahús en nú er komið með hérna Hamarsvöllina og 3 velli sem er hægt að setja þar upp í staðinn fyrir bara 1 völl þar og svo náttúrulega ég held að Hilmar Sigurðsson sem er að þjálfa öldungalegin, ég held að þið byrjaði með krakkablak líka allavega, þannig að það er alltaf í boði núna krakka unglingablaka allavega að einhverju marki, þannig að þetta er náttúrulega mun svona meira en það var þegar við vorum að halast upp hana. Það er vonandi bara þeir ná að byggja þetta aðeins upp hérna á næstu árum og það náttúrulega vantar alveg blaklið á Suðurlandi. Það er náttúrulega bara Hrunamenns og Hamar sem eru með öldungarlið en held að sé ekki mikið að krökkum hérna á Suðurlandi sem eru í blakinu, þannig að vonandi bara Hamar getur orðið stórvaldi í blakinu á Suðurlandi á næstu árum. Það var eitt draumur allavega. Já, nákvæmlega, einmitt. En já, þið bræður þið ekki, þið spilið saman í sama félagi það ekki, þarna úti í Danmörku? Jú, spilum með Mariannelist í Danmörku. Já, hafið þið alltaf spilað saman í gennum tíðina, þið hafið aldrei verið á móti hvort öðrum? Herðu, jú, við spiluðum alveg saman þangað til fyrir 3 árum. Þá skipti Kristján yfir í Middelfart sem er bara
næsta bæjarfélag í 40 km fjarlægð frá Óðinsi og fór þangað bara svona til að fá aðeins meiri spilatíma líka og prófa aðeins nýtt. Þannig að við spilum hérna í 2 tímabil í sikkar í liðinu, en svo kom hann aftur núna fyrir þetta tímabil aftur yfir í Mariannlyst og við spilum saman í vetur núna. Þannig að við höfum svona af cirka 10-12 árum sem við verið í blakinu, þá höfum við verið 2 ár sem við höfum ekki verið saman, þannig við höfum nú verið mikið saman að spila, en það var gaman að prófa að spila mót ykkur öðrum. Þannig að það er náttúrulega gaman að prófa eitthvað nýtt. Já, nákvæmlega. Já, Hafsteinn, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best og það er gott að vita af ykkur hérna heima. Já, þakka þér fyrir. Nákvæmlega. Bestu þakkir og gangi vel. Já, bye. Já, Hafsteinn Valdimarsson, alveg þvílíkur afreksmaður þarna á ferð, þeir báðu bræðurnir. En já, við ætlum að halda dagskrána áfram og næstur á dagskrá það er glímukóngur Íslands Ásmundur Hálfdán Ásmundarsson og hann var einnig Evrópumeistari núna á dögunum. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Þarftu að láta laga hjólið?